Herði, núna erum við með eitthvað dæmi og við ætlum að finna formerkjatöfluna án þess að nota GeoGebru. Þannig að það sem þarf að gera hérna er 3 skref. Það er fyrst diffrafallið. Það er að segja reikna afleiðuna, þetta er það sama. Síðan ætlum við að finna núllstöð afleiðunar. Og síðan þá getum við búið til formerkjatöfluna. Og síðan ámann alltaf að gera setja þetta fall inn í GeoGebru og þá sér maður hvort maður sé að finna réttu núllstöðuna og hvort að formerkjatöflan sé rétt með því að horfa á þetta bara myndrænt. En hörðu, tökum þessi skref. Finnum hérna afleiðuna. X í þriðja verður 3x í öðru. 4x í öðru verður 8x. 4x verður 4 og pluss 2 verður bara 0. Þannig að þá er ég komið með afleiðuna. Þetta er þá liður 1. Liður 2 er að finna núllstöðuna. Þá segja ég bara 0 er sama sem 3x í öðru pluss 8x pluss 4. Nú, hérna erum við komið með annarstigs margliðu og það er að leysa þær á 2 vegu. Það er annars vegar að þátta það og hins vegar að nota þessa svokölluðu Batman-regluna. Og ef maður þáttar þetta, það er ekkert alveg augljóst. En ef maður þáttar þetta þá myndi maður fá svona 3x pluss 2 og x pluss 2. Ef maður margfaldur upp úr þessum svega, þá fær maður þetta hérna. En það er ekki nauðsynlegt að þurfa að sjá út hvernig maður þáttar þetta. Það er önnur aðferð sem ég fyrir eftir smástund. En segjum að sért komin enn stað og þú ert búin að finna hérna þátt þetta. Hvað er núllstöðin? Ef við sjáum það að þetta hérna, þessi romsa sem er hérna hægra megin, hún verður 0 ef annarkvort þessi svíi verður 0 eða þessi svíi verður 0. Ef annar þessara sviga er 0, þá er heildarútkoma 0 af því að hérna á milli er sinnum. Og ef þetta er 0, skiptir ekki máli hvað þetta hérna er. 0 sinnum eitthvað verður alltaf 0. Og öfugt, ef að þetta er 0, þessi svigi, skiptir ekki máli hvað þetta hérna er. Þannig að við ætlum að skoða hérna þennan sviga og sjá hvað þarf x að vera svo að þessi svigi verði 0. Nú, í einangra x-in, þetta verður svona. Þarna er ég komið eina núllstöð. Þetta er ef þessi vinstri svíi verður 0 og þá þarf x að vera mínus 2/3. Ok. Síðan vil ég vita hvað þarf x að vera svo þessi svíi sé 0. Og ég sé það ef ég horfi á þetta, x þarf að vera mínus 2, þegar mínus 2 pluss 2 verður 0. Þá er ég komið með hérna 2 núllstöðar. Ef að þið sjáuð ekki hvernig á þátt þetta, að þá notum við þessa eina reglu, Batman-regluna. Það segir til að ef að þú ert með margliðu sem er einhvern veginn á þessa leið, þá er lausnin á þessu hérna mínus b, hvaða ferningsrótin af b öðru mínus 4ac 2a. Og í okkar dæmi þá erum við að finna afleiðuna fyrir, núllstöðuna fyrir afleiðuna. Þetta er þá a-ið okkar, 3,
B er 8 og C er 4. Þá myndum bara setja þá inn fyrir B, A og C og leysa þessu skemmtilegu romsu. Og þegar maður leysir þetta þá fær maður út 2 svör. Þið myndið fá -2/3 og -2 sem er að sama og við fengum út hérna áðan. 2 aðferðir samanlaust. Ok, þannig hérna erum við búin að finna afleiðina. Þá næst er það skref númer 3. Það er formerkjataflan. Ok, ég ætla að setja hana bara hérna. X og F er diffrað af X. Og ég ætla að setja núllstöðan hérna og 2 núllstöðar og sú sem er hérna vinstra megin sem kemur fyrst, það er lægri talan. Þá þurfum við að horfa á þessu 2 tölur og spyrja hvor er lægri og ég sé að -2 er lægri heldur en -2/3. Og ég veit að afleiðan er 0 hérna, hún er 0 hérna. En þá er spurningi hvað kemur inn að hérna milli og hérna sikkur megin. Þannig ég þarf að komast að hvað er afleiðan til dæmis þegar x er 1. Sem dæmi. Ef x er 1, þá er ég hérna hægra megin. Þá vil ég vita er afleiðan plústala eða mínustala. Þannig ég segi ef x er sama sem 1, þá er, hvað er f? Það er þessi ekki. Ef x er 1, hvað er þá f diffræðinu? Það er að segja, hver er hallinn þegar x er 1? Og fer ég hérna í afleiðina sem er hérna inni. Og ég skrifa að þetta er 3 sinnum 1 í öðru pluss 8 sinnum 1 pluss 4. Ok, og ég sé strax að þetta er 3, þetta er pluss 8 pluss 4. Þetta er 11, þetta er 15. Ok, eina sem þessi tala hérna segir mér er ef að x er 1. Ef að x er 1, þá er hallinn 15. Ok, og þetta er plústala. Þannig ég veit að þegar x er 1, þá er ég hérna hægra megin við þess að -2/3, ég er einhvers staðar hérna. Og þá fæ ég út hallan sé plústala. Og þá veit ég hann er mínustala hérna og hann er plústala hérna. Af því að ferillinn alltaf fara upp og niður, upp og niður. Það svissast alltaf hvort þessi plús og mínus og plús. Og þá er formerkjataflan komin. En enn og aftur, ég þurfti ekki að taka x sama sem 1, ég hefði ekki tekið einhver aðra tölu. En ég þarf bara að vita á hvaða bili ég er eða hvar er ég staddur með það x-gildi. En ég ákvað að taka hérna einhverja þægilega tölu x sama sem 1 og þá er ég hérna hægra megin við þetta hér. En síðan í dæmi 3, það er þetta langt dæmi. Þá er það að finna allskyns afleiður og allskyns núllstöðar. Ég langar bara að taka dæmi sem komu upp og eru kannski ekki alveg augljós. Ef að þið fáið afleiður sem er einhvern veginn svona ok, segjum að þið eru að finna afleiðu og þið fá út afleiðan sé þessi hérna. Þið setja hana saman sem 0 til að finna núllstöðuna og þá spyrir ég hvað í ósköpunum á x eiginlega að vera hérna. Ok, sem sagt, þetta lúkkar lítur útfærarflóki af því það er x fyrir ofanstrik og neðanstrik. En það sem skiptir ekki máli hérna er hvað er undirstriki. Við þurfum eiginlega ekkert að spá í því. Það sjáu, ef við mörgföldum hérna með þessum undirstriki -5 svona, þá verður það að gera líka hérna megin sinnum 2x minus 5 verður þetta. Hvað gerist hérna hægra megin?
Hérna er ég með sama hérna undirstriki og onustriki og það styttist það út og hverfur. Hvað gerist vinstra megin? Hérna er ég með eitthvað romsu, eitthvað x-dót, sinnum 0 og það verður bara 0. Þetta verður 0 er sama sem x í öðru mínus 5x mínus 6. Og þá erum við komið með einhverju jöfnu og við getum lýst þetta með því að annarkvort þátta eða nota hérna Batman-regluna. Og já, þá held ég að þetta er að koma. Annars verður bara duglega að spyrja á Discord. Þetta dæmi 3 er mjög langt.